Geggjað að fá þig heimsókn. Já. Þú varst byrjaðar að ranta Bitcoin. En ekki að byrja þar bara, þú veist að við erum staddir í svona, hvað að segja, það búið að vera svolítið dipp og þetta ekki alveg búið að fara eins og útlit var fyrir, en eins og þú varst að koma inn á og mér langaði bara að byrja þar, að ég horfa á þetta svolítið þannig að ég fór fyrsta pæli og ég hitti þig. Ef ég man rétt, þá hefur það verið þarna snemma 2020, þegar Bitcoin var komið upp í 2021, snemma árs 2021. Já. Þegar Bitcoin var komið upp í rúmlega 60.000. Já. Svo og þá var ég á leiðin að kaupa, en gerði það ekki á þeim tíma, en þá voru margir sem keyptu þá. Já. Og seldu síðan þegar þetta var komið niður í 20.000. Þannig að þeir, sko, það var þrefalt tap í raun og veru. Já. En svo þetta síðan þá búið að fara allar leiðin upp í 124.000 mest. Já, 126 og 3. 126 og 3, já. Einmitt. Þannig að ég hef alltaf hort á þetta sem bara langtíma pælingu. Já. Og ég, þú veist, þó það gengi alveg aðeins gegn tilfinningakjörunum mín, þá byrjaði ég að kaupa meira núna þegar þetta fór niður fyrir 100, sko. Já, einmitt. Og þetta svolítið fyndið, sko, til að byrja að, sko, adressa þetta, að, ef við tölum bara umbúðlaust, árið 2005 fyrst og fremst búið að vera ár vonbrigða þegar kemur að Bitcoin og öðrum rafmyntum ef við erum að tala sem sagt gengið á myntunum. Og auðvitað það bara þannig að gott og vel að tala grundvallaratriðin og hvað tæknin gengur út á og hvers svona samfélagslegt hlutverk þessa eignaflokks og þessara tækni en ég meina auðvitað á maður ekkert að vera feimin við að viðurkenna auðvitað skiptir það máli fyrir mann hvert gengið á þessum eignum það bara segir sig sjálft, ef maður að fjárfesta í ykkur þá auðvitað vill maður að það hækki. Að því sögðu þá það samt þannig að við vorum að ræða þetta við teymið á skrifstofunni, sko nú erum við búin að vera myntköpur voru starfrækt í 5 ár og frá því, þú veist, við byrjum þegar Bitcoin rétt rúmlega $8.000 og núna þrátt fyrir allar þessar lækkanir, þá voru við samt í 87.000 eða eitthvað, en þetta 10-11 földun. En sannleikur samt sá að örugglega 90% af þessum tíma, að þú gætir hugsað svona bara þetta búið að meir en 10-faldast á 5 árum, þetta lítur að verið mjög skemmtileg vegferð sem þetta vissulega hefur verið, en sannleikurinn sá að 90% tímanum þá einhver veginn stemningin þannig að það má segja svona neikvæðni gagnvart verðþróun, pirringur og vonbrigði og þetta hljómar mjög sérkennilega en Bitcoin bara hefur raunverulega alltaf hagað sér dálítið þannig að hækkanir yfirleitt koma með mjög litlum fyrirvara á mjög skömmum tíma og ef við jafnvel bara förum aftur, sko, bara eins og við vorum að tala áðan, sko, ég meina 2017 þá verður fyrsta svona Bitcoin manian og Bitcoin fer í $20.000 í desember 2017, menn héldu þá, ég var náttúrulega ekki partur af þessu samfélagi þá, ég var ekki komin inn í þetta, en þegar ég talaði menn sem voru þarna, menn héldu þá að það væri að fara yfir $100 sem auðvitað hljómar fjarstæðukent svona í baksýnisspeglinum. Allavega, svo bara, þú veist, líða 2 mánuður og Bitcoin fellur 80% og ég man eftir þessu tíma þó ég ekki verið að fylgjast með Bitcoin en það var út allt í fréttum bara Bitcoin blaðran sprungin og svo tekur við bara, þú veist, ég meina hvenær fyrir aftur í 20, það jú í desember 2020 þannig að þú ert þá að bíða í sko 3 ár eftir að fara aftur yfir toppinn og það var ég man bara þegar sem sagt myntkum fyrir loftið í maí 2020 og við erum hann eins og ég rétt rúmlega $8.000 það tók við alveg bara eitthvað 5 mánaða tímabil sem manni fannst gengið ekki gera neitt og allir voru eitthvað svona að þetta óspennandi eign og svo bara allt í einu koma hækkanirnar og við förum frá því sko að vera ég held að þegar það var komin október 2020 þá var þetta í 11.000 svo komin febrúar 2021 þegar þú kikið til okkar í Grósku og ég man eftir við vorum með verðið á skjánum og það var að trufla sko, við vorum að tala því að gengi var að hækka sko. Það var svo agalega, þetta var alveg eftirminnilegur sko fundur en þú veist, þá fyrir úr $11.000 í október 2020 í $65.000 febrúar 2021 bara okkur 3-4 mánuð og
Svo má segja bara að, þú veist, ég meni, jú, ok, svo verður þetta eitthvað svona, siksak út árið 2021, nær svo einhverjum toppið þarna í nóvember í 69.000, bara rétt nær að toppa þarna febrúartoppinn og svo kemur bara þessi bjarnamarkaður og við förum allavega niður í 15.500. Bjarnamarkaður það sem þegar þetta bara á leiðinni niður? Já, það er þessi hugtök bólamarkaður þegar það þessi hækkunarfasi og svo bjarnamarkaður þegar það þessi lækkunarfasi og þetta eru hugtök sem maður notar í öfnum höndum líka hlutabréfamarkaðinn og vissulega komið þaðan en þessi markaður, þessir fasar hafa bara verið enn ýktari í rammyndum. Núna hins vegar eru menn svolítið að segja, þú veist, ok, eru við komin í bjarnamarkað núna og menn skiptast aldrei í fylkingar en sannleikur næstan til að sá að það ekki hægt að tala að hafi neitt bólamarkaður átt sér stað til þessa, myndi ég segja át af því að ok, visslega getur bent en býtu nú Bitcoin var hérna 15.5 í september 2022 og fór allavega í 126.000, það eitthvað áttföldun eitthvað svoleiðis hvað áttu við að sé ekki bólamarkaður og sko það sé á við það að bólamarkaður í rammyndum, hann einkennist af alveg svona þó nokkuð mörgum mánuðum af dálítið svona eufórik ástandi, bara svona einhverju manísku hækkunar, þannig hefur það verið. Ég hef reyndið að tala fyrir því lengi að, og það ekki ég sem að finna þær skoðanir upp, það svona viðtekin skoðun hjá mér, að auðvitað kemur að því að þessi eignarflokkur þroskast upp úr því og verði meira eftir því sem hann að verða meira svona, ef maður fær að sletta og segja svona legit, sem hann klárlega orðin, ég meina að þáttakendurinn á markaðnum núna eru stofnanafjárfestar á Wall Street, þeir eru algjörlega dóminerandi bæði á kaup- og söluliðinni sem bara fyrsta skipti í sögunni, það búið að vera þannig síðan 2020, í byrjun árs 2024 sem við áður aldrei þekkt að það segir þessi sjálft að við erum ekki að fara að sjá svona gríðarlega ýktar hreyfingar í báðar áttir og smám saman átt eftir að verða bara mjög sambarilegt og hlutabréfa mörkuðum. Hvernig myndirðu ætlilega vera klára? Já, það ætla bara að segja og þá segja okkur hvort sem það má segja að sé komið bjarnamarkaður ekki, það allavega sannarlega ömurlega svona svartsýn og neikvæð stemning núna, þannig að jú, það má segja þessi bjarnamarkaður, en þá leyf ég mér að fullera að það væri mjög óeðlilegt ef hann yrði jafn svæsin í þetta skiptið og hann hefur verið síðskiptið 2022, 2018 og svo framvegis af því ég ætla bara að við vorum ekki með þetta, við erum ekki að eitthvað jafn okkur eftir eitthvað þingu eftir eitthvað eufórik maníst margar mánuð ástand, sko, það punkturinn, þannig að þú veist, mögulega komum bjarnamarkaðar en hann ætti ekki að vera svona svæsin. Hvað myndir þú segja, sko, að ef ég gef bara aðeins svona út hvernig ég að hugsa og af hverju ég byrjaði að kaupa Bitcoin og hvernig ég sé þetta, að þá það þannig að þú veist, einmitt, að ef þú ert þú veist, eitt að tala rafmyndir í mínum huga, annað að tala Bitcoin. Algjörlega. Ástæðan fyrir að ég hef ekki keypt í neinum öðrum rafmyndum en Bitcoin að, þú veist, það getur alveg verið gaman, en mér finnst að þá ertu komin í svona meira bara gaml. Miklu meira áhætta. Bara miklu meira áhætta og bara Bitcoin finnst mér orðið nógu stórt til þess að ég bara alveg þú veist, ég meina, maður getur þurft að éta hattinn sem út af ýmsum hlutum, en ég alveg handið sem að það bara komið til að vera. Það verður alltaf markaður fyrir rafmyndir og ef það verður bara ein rafmynd sem að lifir af, þá verður það Bitcoin. Já. Ef þú horfir á söguna, að þá horfir á einmitt þetta sem þú ert búin að vera að lýsa, að þetta ekki alveg eins og þú sérst að kaupa ríkisskuldabréf, sko. Skilur þú veist, þetta eru harkalegri dýfur og harkalegri upp, en ef þú horfir á þetta bara sem eitthvað dýr sem að hegða sér á ákveðin hátt og horfir aðeins aftur í tíman, þá það bara, ef þú getur ekki látið þig bregða of mikið eða kemur smá dýfa, þá hingað til hefur það alltaf verið þannig að, sko, topparnir og hækkanirnar eins og segir, þú veist, það kannski að því fólk einhvern veginn að reikna með þetta hækki, að þá fer jafnvel minna fyrir hækkununum heldur en lækkununum, en á endanum þetta alltaf að hækka og ég myndi alltaf, ég hef sagt það við fólk sem að spyrja mig, sko, þú veist, ef þú þannig að þú kíkir á myndkaupareikningin eða hvað sem þú með Bitcoin og færð bara niðurgang af því það búið að fara eitthvað pínu niður,
þá ættir kannski bara ekki að vera að kaupa þetta, skilur, en ef þú ert að hugsa þetta bara, þú trúir á þetta og þú ert að kaupa þetta til lengri tíma, þú ferð ekki að panika, þú ert að lækka eitthvað pínulítið, þá ég ennþá að því að þú ert bara alveg rock solid og tala nú ekki ef að fólk vil vera að skipta eignunum sínum, setja eggin í marga körfur, þá finnst mér bara ekki mega neitt sens að vera ekki með eitthvað í þessari körfu. Nei, ég bara náttúrulega 100% sammálaður og þessi viðhorf sem þú ert að lýsa núna, þau eru nú bara ekki umdeildar en það að núna í síðustu viku held ég farið rétt með, þá var Bank of America, einn stærsti bankin í Bandaríkjunum sem hingað til hefur verið mjög varfærin, mætti ég vel segja bara anti-kryptó. Hann var núna að segja til allra stað viðskiptavina að þeir mæla með 1-4% kryptó hlutfalli í sínu eignasafni. Og á sama tíma og þetta gerist eða reynda nokkrum dögum fyrir þá tilkynir Vanguard sem álíka stórir og BlackRock. BlackRock eru stærstir með einhverjar 13 triljónir í stýringu, Vanguard með einhverjar 11 triljónir, þetta eru 2 stærstu eignastýringaaðilar í heimi. Sem hafa alltaf verið anti-kryptó og þú veist það vakti svona ákveðna athygli eða menn alltaf tóku eftir að þegar BlackRock byrjar að sækja hjá bandaríska fjármálaeftirlitinu sumarið 2023 að það fá að bjóða sínum viðskiptavinum að kaupa í Bitcoin kaupa í sjóðum sem fjárfesta beint í Bitcoin að þá fóru BlackRock og Fidelity sem Fidelity held ég á 3. stærsti aðilinn og margir aðrir en Vanguard satt þeir sögðu bara við erum ekki að fara að snerta á kryptó. Þeir eru núna að segja ok, við ætlum ekki að fara að opna okkar eigin kaupallarsjóði en við ætlum núna að opna dyrnar fyrir okkar viðskiptavinni til að fjárfesta í öðrum kaupallarsjóðum með kryptó til dæmis til dæmis hjá BlackRock. Þannig að þú veist, þessi viðhorf sem þú ert að lýsa, þú veist, þetta náttúrulega bara á við allar góðar fjárfestingar að ef þú hefur trú á því þá verður bara eitthvað veginn að geta verið með aðeins lengri tímarama en einhverja mánuð. Því sjáðu, þetta svolítið áhugavert. Það sirka ár síðan við spjöllum saman síðast. Ég man að Trump var nýbúinn að vinna, þannig að rétt rúmlega ár. Og ég ætla nú að vera búin að tjekka á því áður við færum að spjalla, ég glemdi en ég nokkuð vissum ég farið rétt með að við vorum eiginlega bara ákúrat í sama verði og við erum núna. Sem vissulega eru vonbrigði, ég get ekki neitað því. En takt samt eftir muninum að þá var maður mjög brattur að koma og mikið flug og Bitcoin að hækka og 87 hljóma bara, vá, eru að fara í 100.000 og eitthvað. Núna, þú veist, það ekki meira en einhverju 13 mánuði liðnir og allt umulegt einhvern veginn út af því að Bitcoin í 7.000 og maður þarf einhvern veginn að vera meiri hlutverkin að bara róa fólk niður og hvetja fólk til að anda með nefinu. Þannig að þú sér hvað sálfræðinni fljóta svona einhvern veginn búið til ný viðmið í þessu og það mjög jákvætt. Ég veit að kann að hljóma skrítið segja þessi mjög jákvætt en það sé á við að þú veist þegar það mynda svona ný viðmið á svona ný sálfræðileg viðmið má segja á markanum sem allt í einu segja núna ok, undir 100.000 mjög lélegt, mjög mikil vonbrigði, markarinn bara hvað að gerast, af hverju þetta svona lágt. Auðvitað það mjög jákvætt þegar þú ert að skoða þá þróun til framtíðar versus þegar við vorum að spjalla fyrir rúma ári síðan að þá var svona eru að fara yfir 100.000, þá var það allt einhver svona svaka metnaðarfullt markmið ennþá sem þetta að fara að gera, skilur, meðan núna bara, þú veist, krafan á markaðinum bara Bitcoin á að vera bara lágmark yfir 100.000. Þannig að, þú veist, og svona þróast þetta, skilur, svona hefur þetta alltaf verið. Þetta svona að segja, ef þetta var þar og þetta fór allavega upp í 126, þá erum við að tala þetta var þetta pínu óvenjulegur tími út af því Trump var kjörinn forseti og þá var mikið bjartsýni varðandi Bitcoin, en við erum að tala 50% hækkun á einhverjum mánuðum og það alveg sama hvaða annað þú værir að tala að þá væri það einhvern veginn bara gríðarlega mikil hækkun en einhvern veginn trúin á þetta svo mikil, ég man að þegar þetta var komið upp í 126 ef ég væri að hugsa bara ef ég hefði keypt einhver hlutabréf eða eitthvað annað og það hefði hækkað 50% þá væri ég að hugsa
herðu shit, nú þarf ég að selja áður en ég verið að seinna að selja. En ég var í staðinn bara að hugsa þegar þetta kom upp í 126, shit að ég hef ekki keypt meira því þetta var aldrei eftir að fara niður fyrir 100 aftur. Já, og ég held það líka. Og núna erum við bara, og með svona einhvern veginn, ef að fólk búið að vera volt fyrir Bitcoin, þá myndi ég segja að þetta geti verið frábær tími til að kaupa. Já, ekki spurning og þá samt alveg rétt og nauðsynlegt að taka það fram að eins og sakir standa núna, þá einfaldlega vonlaust að segja til hvað að fara að gerast á næstu vikum eða mánuðum og ég skal bara vera heiðarlegur. Ég held að við ræddum þetta sín tíma þegar þetta var að fara að sína veikleikana yfir 120.000 af því það var eitt sem mann fannst alltaf svolítið svona ég segi ekki ágefni en jú til skemmri tíma ágefni að venjulega þegar það kemur nýr toppur í Bitcoin þá sjáum við yfirleitt svona svolítið parabólik hreyfingu upp bara ok, ef það eitthvað viðmið það var síðast í 100 síðast topp á kannski 122.000 eða eitthvað við vorum að fara yfir hann þá yfirleitt í sögun hefur síðan skjóta svolítið vel yfir að 10-20% bara eins og við sáum þegar Trump var kjörinn það var aldrei að gerast á þessu ári að vorum að ná nýjum hæðum, klukkan nýja hæðir alveg nokkru sinnum en einhver alltaf bara rétt yfir og svo segja aftur niður og það var svolítið svona, ok, þetta svona pínu rautt flagg upp á, maður hafði smá ágjur af hverju kaupliðin að þreyta svona strax þegar, einmitt, maður myndi halda núna væri eitthvað allir sem væri með eitthvað skorstuður, bara að panika og loka þeim og fengi svona parabólik maníu en þegar það byrjaði að lækka þá einmitt sagði ég og við heldum að sjálfur bara við heldum að $100,000 veggurinn sé að fara að halda svo fellur hann og þá var maður bara ok, svo fór aftur upp og maður svona hvað 90 hlýtur að halda svo fellur hann og við förum í 80,6 og núna verður maður bara að vera heiðarlegur skilur að bara það vonlaust að segja hvað að fara að gerast á næstu vikum eða mánuðum margir eru bara algjörlega ofur samfærum við erum búin að sjá botnin 80.600 var botnin ennari segja bara nei það ekki að fara að vera botnin við erum að fara undir jável $70,000 þannig að ég bara löngu búin áttum á því það vonlaust að ætla að segja til hvað það að fara að gera á næstu vikum eða mánuðum, en punkturinn minn bara þessi, ég tek heilsvegar undir og þetta alltaf gott þegar þú hefur trú til langs tíma á eign að kaupa á lægri verðum eina sem ég vil bara segja að fólk sé með þetta að það ekki það með sagt að það geti gengið því vísu að það sé að kaupa botni núna, það má vel vera að við förum neðar árum við förum aftur upp. Mér langaði að færa þetta eins og við möttum að koma aftur á Bitcoin, mér langaði að færa þetta svolítið út í bæði markaðin almennt og líka við ætlum að tala þessum bara samfélagsmál og stjórnmálin og svona hvað að gerast en bara þess að svona allavega lokir sér bíli með Bitcoin að þá þegar þú ert að tala þetta að þá ég er alveg sammálað þessu að það getur vel verið að þetta sé ekki neitt bot en þá ef þú aftur berði þetta saman við þarna þegar ég var að hitta þig fyrst skipti þá var þetta fór úr 60 niður í 20 Já, og meira niður í 15 og 5 á endanum en nokkrum árum síðar eða bara, 3 árum síðar er þetta samt búið að tvöfaldast úr 60 sem í 120 þannig að maður myndi segja, jafnvel þó að maður myndi segja núna, ok, það verður bara meira dropp og meira dropp og þá getur alveg eftir 3 ár væri það meðan við sömu lögmál þá væri það $250,000 eftir 3 ár, alveg saman þó það fær alla leiðina niður í 40-50 núna þannig að ef maður horfir á þetta bara yfir lengra tímabil þá verður við kannski vera bara búin undir þessi föll, Já, algjörlega og til að einmitt loka þessu, eina sem ég myndi segja eina scenarióið sem ég væri virkilega farin að hugsa minn gang og spyrja mig, er ég búin að sjá hlutin eitthvað vitlaust það ef við myndum fara undir $15,500 aftur, ég tekka fram ég held að sé engar líkur á að gerist en það í fyrsta skipti í sögu Bitcoin sem sagt botnin á bjarnamarkaði svo að fara aftur undir og ég tekka aftur fram að ég til engar líkur á því en það eina svona verðaksjónið sem gæti gerst sem myndi fá mig til að vera bara þetta meikar
ekki sens og en þess að segja, þú veist, að fólk núna bara að panika yfir droppi. Ég skal sita hér og éta hatt ef þetta fyrir undir 15 ára. Já, þá líka bara að segja þér sjálf, sko, þú veist, ég myndi ekki þurfa að éta hatt, ég myndi bara átta mig á því, ég væri bara svolítið game over, skilur þegar kemur að credibility og öðru, sko, og það sem ég fæ svona kikki út úr að vera á þessum Bitcoin-vagni að maður einhver veginn maður með allt undir í svo víðum skilningi, skilur maður bara búin að, þetta svolítið bara hæð sem maður tilbúin að deyja á ég trúi það mikið á þetta þannig að ég mæti með þér og ég bara hvað svo vilt að ég geti, sko, ef það gerist það ekki að fara að gerast. Já, því ég held við komum kannski inn á það eftir að það alveg 2 leiðir til að líta á Bitcoin, önnur að þetta sé svona næs leið til þess að fjárfesta af því að það sé fín ávistun önnur leið að þú ert bara að horfa á framtíðin í heiminum og eitthvað sem þú trúir á sem breytta heimsmynd. Einmitt. Og þá ertu komin í bara heimspekilega pælingar líka og þá það bara spurning mitt, þú veist, ok, ef að ég trú og breyta heimsmynd, verði ég ekki að standa aðeins með heimsmyndinni? Þetta svo góð punktur. Ef ég vil færa mig úr því að þú veist, hingað til höfum við búið fjármálakerfi þar sem að ríkisstjórnir geta einhvern veginn svolítið verið að manipuleita þetta út í eitt og það bara prentaði meiri peningur sem þýðir allt í henni peningur hérna venjulega mannorði minna virði og allt þetta. Ef þú trúir á að við séum komin á tíma þar sem er komin tími á eitthvað nýtt. Já. Þá þú veist, hvernig getur þú ætlast til þess að það verða og þú ætlar ekki að setja það neitt undir sjálf? Þetta svo góð punktur hjá þér, sko. Ég svo sammála þessu og mér alveg magna að heyra oft fólk sem bara, vel kennir sig við kenningar frjálsan markað og annað en samt mjög mikið á móti Bitcoin sem oft furðu algengast að hjá svona 50 plus fólki, sko, sem byrja vel bara að segja, heyrðu, ef þetta ætlar að verða svona, vinsælt og þetta rugla ætlar ekki að hætta þá bara kemur að því að bara ríkisstjórnir heimsins taka sér saman og bara harðbanna þetta, bara gjörsamlega bara þú veist og ég segja hvernig ætlar að gera þetta, bara, það bara að fara að fangelsa fólk og annað og þá maður kom bara, þú veist þetta bara lýsa bara Norður-Kóreu, sko, ástandi og þá það bara ok, þú veist ef það atburðarásin sem þú ert að segja, bara ok, annarkvort búi í heimsmynd sem maður sem manni finnst falleg og það sem frelsi einstaklingsins haft að leiðarljósi eða við búum bara í einhverju sovjísku batteríi, sko, þú veist, ég alveg sammála því að ég var ekkert endilega bjartsýn á að Bitcoin væri að fara að ná okkur framgangi ef bara ég byggi í Sovétríkjunum, skilur við, þá segja bara nei, þú veist, ég mynd bara að vera sendur í gúlagið en ég neita að trúa því að heimurinn sé háður þeim örlögum að bara einhvern frelsi mannsins verði gert að engu og Já, þess vegna eins og það nefna með BlackRock og Vanguard tala nú ekki ef við förum að fá fleiri ríkissjóðir í að kaupa Bitcoin, lífeyrissjóði, því meira sem það gerist, því meira finnst mér það að vera teikn að öflin sem stjórna ætla að vera með í þessu. Já. Og því meiri líkur mitt á að þessi heimsmynd sem þú ert að lýsa sem sko eitthvað svona mjög slæm sovjersk heimsmynd þar sem að ríkið ætlar að fara að banna einhverja hluti. Mér finnst vera ákveðin teikn á lofti sem að sýna manna að þetta ekki að fara þangað, sko. Nei. Og þá hvort þið game over, skilur, okkur getur maður ekki bara verið langur á Bitcoin, skilur, og þú veist, þannig að, já, einmitt. Mér finnst ágætt, sko, að fyrir fólk sem kannski ekki mikið búið að ég veit að við getum alveg tala lengi bara fjármálakerfið og peningakerfið og gullfótinn og hvernig þetta allt saman byggt upp. En það bara ég hlusta á bara mjög stutta útskýringu í podcasti sem að svona kveikti, eða þetta bara svona auðveld leið til að skilja hvað núverandi peningakerfi í raun og veru skakt að ef það væri gott fyrir það að eiga bara peninga og það væri bara góð leið til þess að geyma peningin, að geyma bara inn á banka þá sko ég held í sig að fara rétt með þetta við verið kringu svona 1900 þú veist, þá var verið að tala húsnæðisverð og húsnæðismarkað og af hverju húsnæðisverð búið að rjúka svona kringu 1950 held ég sé að fara rétt með frekar en 1960 meðal fasteign í Bandaríkjunum var þá $5,000 það sem hefur gerst á sama tíma með sko, sem sagt, hversu mikið
dollarinn hefur fallið í virði er 13-falt sem þýðir basically að $1 á þessum tíma var 13 sinnum meira virði en hann í dag. Samkvæmt því lögmáli, ef að fasteignaverð ætti að vera það sama miðað við dollar, þá ætti meðal fasteignaverð í Bandaríkjunum að vera, $65,000, en staðreyndin er að það er held í $500,000. Eina ástæðan fyrir því er það náttúrulega bara hefur verið miklu betra að nota fasteign sem leið til þess að spara og fjárfesta og eiga pening heldur en að eiga hann í pening. Já. Og þá kemur þetta skilur, þá er svo augljóst að það er eitthvað að í virðiskeðjunni þegar kemur að bara venjulegum peningum að þeir fuðra of hratt upp og Bitcoin eru náttúrulega með eiginleika sem er allt öðruvísi heldur en bara dollarinn eða krónan eða evran eða þessi hefðbundu gjaldmiðlar, sko. Einmitt. Að því verðbólgan er svo rosalega falin, er að einmitt, þannig að sko, þegar þú segir sko, að hann er búin að rýrna það mikið á þessu tíma að hann var 13-falt meira virði, þá er það miðað við sko, þessi við kallum neysluvísitölu, þessi kallar Consumer Price Index og það er það sem eitthvað þessi öfl og ég held að þau trúið, alveg bara eins og þegar maður heyrir samtöku atvinnulífs alltaf verið að tala um að kaupmáttur launa sé alltaf að aukast, ég held raunverulega að þetta fólk trúið því sko, sem er að segja og það er rétt í þeim skilningi að þú mælir þess að neysluvísitölu sko, en þú veist, þegar þú hugsar sko kaupmátt, þú veist, hvaða kaupmáttur, ef við tökum bara þetta dæmingar Íslending, hvaða kaupmáttur skiptir meira máli heldur en kaupmáttur á fasteignamarkaði? Þú veist, það er aðalatriðið sem skiptir máli og það sem verður svo athyglisvert er, og ég hef mjög sannfærður að það myndi eiginlega bara koma heim og saman ef við myndum skoða sem sagt, þetta tímabil sem þú varst að tala um, það sem fasteignaverðið er búið að 100-faldast á þessum tíma úr $5,000 í $500,000 en samt er verðbólgan í rauninni sem sagt gefur kynna að dollarn hafa bara verið 13-falt meira verið áður. Að ég er mjög sannfærður að ef maður myndi skoða tölur peningamagn í umferð, dollaramagn í umferð, það ætti að vera cirka 100-faldur munur á því, af því þegar maður skoðar hvernig til dæmis fasteignamarkaður er að hækka og þetta er líka mjög áhverð þegar þú skoðar S&P 500 í Bandaríkjunum, hvernig það hefur hækkað að þá tekur svolítið eftir því að þessar vísitölur, húsnæðisvísitalan og svo S&P 500 að þetta helst yfirleitt nákvæmlega í hendur að minnsta kosti yfir svona 5 ára tímabil í hendur við aukning á peningamagni í umferð og það hefur verið að aukast sko yfirleitt 8-10% á ári í Bandaríkjunum og þessar tölur eru svona nokkuð áþekkar í öðrum hagkerfum víðast hvar. Svo kemur þetta COVID og þá allt í einu fer þessi tala í sko 29%, 27% 2020 og svo 29% 2021 og svo skoðar einmitt bara hvernig eru það markaðir, já og svo séu bara einmitt markað 2020, markað 2021, já það var 27%, 29%, cirka hækkunin og það finnst mér miklu eðlilegri leið til að hugsa um verðbólgu, það er bara ok ég á 100 krónur það eru 10.000 krónur í umferð og það var verið að bæta 1.000 krónur við umferð að nú er 11.000 ok, það er 10% verðbólga það finnst mér miklu eðlilegri leið og þú veist, Seðlabankinn og Samtök atvinnulífsins og Hagstofan er ósammála því, bara nei, við erum bara búin að gera þetta við erum sérfræðingar í þessu, við skulum segja hvernig við erum með ákveðna körfu sem samanstendur á matvælum og bensín og hinn og þessu og jú, ok, við setjum húsnæðisliðin eitthvað smá inn í þetta og hér erum við reiknað út að verðbólga er enda bara 3% sko, skilur og maður bara svona, ok Nei, menn þetta er náttúrulega bara mjög eðlileg það sem þú ert að tala með bara mjög eðlileg starffræði reikningur. Já, ef að við erum með ef að við erum með ég er með kaffibollan, ef við erum með það eru til 10 svona kaffibollar og ég á 1, þá á ég 1/10 af þeim kaffibollum sem eru til sem eru svona. Ef það eru framleiddið 2 í viðbót, þá á ég 1/12 en ekki 1/10. Já. Þá náttúrulega eðlilega, þú veist, því fleiri svona kaffibollar sem verður til, því minna á ég af hlutar heildinni og þannig að það er einhvern veginn mjög óeðlilegt að reyna að halda því fram að aukið peningamagni umferð
sé einhvern veginn ótengt verðmætum peningana sem þú átt. Já, það nefnilega þetta sem Bitcoinarnir eru búin að segja og ég meina gott og vel, ég get alveg skilið kannski einhver leiti að fólk talar já, þú voru að taka með hagvöxtin líka inn í þetta og okkur svona og ég meina, ok, en þú veist eins og það var í Bandaríkjunum þegar hérna COVID var og þeir, sko, peningamannið umferð þú veist, var sko nála því að tvöfaldast á okkur rúmum 2 árum, en samt var consumer price indexið, sko, þessi neysluvísitalan hjá þeim var alltaf bara kringum 1%. Þeir eru bara að segja að það 1% verðbólga. Svo sama bara fastina verður bara rauk upp, hlutabréf verður rauk upp, Bitcoin verður rauk upp og maður fór svona, ok, vissulega, jú, þú veist, súkulega stikkið mitt í target, skilur ég kannski bara upp 1%, sko, en þú veist, allt sem ég vil eignast, allar eftirsóknarverðar eignir, það ekki að hækka 1%, sko. Þannig að þú veist, og þetta þessi svona austuríski hagfræðaskóli, þetta svona sound money concept sem Bitcoin gengur allt út á, sko. En hvað við myndum að færa okkur úr þessu yfir í bara stóru myndin í samfélaginu? Já. Og þetta sem við vorum að ræða þann með einhverjar heimsmyndir. Einmitt. Mér finnst svona áhugavert að, þú veist, við getum hafa verið að ræða hérna, þú veist, þetta menningarstríð og fyrst vókið og nú svolítið svona hægri sveifla. Já. Mér kannski stundum, ef maður fer ennþá hærra upp og fer bara alveg upp í 30.000 fettin, að þá það svolítið þetta mitt hérna, þú veist, sem ég sko, þú veist, hvort sem úr hægra megin eða vinstra megin, bara hvað hið opinbera að vasast mikið í lífiðinu. Já. Og ég aldrei komin á, þú veist, ég hef ekki heyrt neitt segja þetta, en þetta eitthvað svona sem að ef að ég væri núna að fara í framboð og maður svona hugsa, ok, ef við verðum að fara inn á þing, tala nú ekki við verðum að fara að ráðherra, þá myndi ég vilja fara inn með ákveðin gildi og þá myndi ég þurfa að spyrja mig, ok, ég að fara að vinna fyrir því opinbera, ég í þjónustu fyrir þegnana og þá skilur við, það alltaf talað hérna einhvern veginn, já, það velferðarkerfið, það þetta, en bara, ok, ég myndi ganga svo langt að segja fyrsta hlutverkið sem opinbera og ég hef ekki heyrt neitt segja þetta, að láta þegnar í friði. Já. Áður en þú gerir neitt annað, verðstu alltaf með það á baku eyrað. Já. Kerfið búið til fyrir fólkið, en það ekki þannig að fólkið búið til fyrir kerfið. Nei. Þannig að fyrsta hlutverkið mitt að þú fáir að lifa þínu lífi í friði og ég gefi þér rými til athafna og frelsi. Annar hlutverkið mitt að nota peningiðinu vel, það að segja skattpeningin. Og síðan getum við farið að tala þú veist, já, hérna, ríkið á að fara að gera þetta og ríkið á að fara að gera hitt, en mér svona einhvern veginn bara þessi fyrstu 2 atriði, hvort sem þú til hægri eða vinstri, þá finnst mér eins og allir séu nánast komnir oflangt í því að ríkið bara vasast í ofmörgu og ríkið að fara of illa með peningarnar. Og það bara held ég líka svolítið bara búið að festa akkirið eitthvað veginn að það orðið svo, sko, rosalega eðlilegt og sjálfgefið að þú opinbera eitthvað veginn sé í öllum pottum og pönnum, sko, að ég held að meiri segja, þú veist einmitt, ef þú ferð í framboð fyrir einhvern íslenskan hægri flokk, sko, að jafnvel ef þú ert af sannarlega, sko, staðráni að starfa af miklum heilindum og hugsjónum að þá samt eitthvað eins og þú segir, þú þarft að fara, sko, alveg lengst upp í 30.000 fetin til að sjá heildarmyndina, sko, þannig að ég tek alveg undir þetta, þess að ég held eins og að sé flókið í þessu að sko þú veist, ég hef alltaf verið mjög hrifinn af öllum frelsishugmyndum og svona allir mikið skilgreina mig sem svona, ég reyndar að reyna að forast einhverja skilgreiningar en svona til þess að setja að gefa einhverja vísbendingum svona minn þangagangi í svona libertarian, það svona frekar lýsandi yfir mín viðhorf. Hins vegar man ég eftir á sínum tíma þegar ég var eitthvað svona rétt rúmlega 20, þá las ég ritgerð John Locke ríkisvaldið og ég var að lesa mikið af þessum gaurum sem voru lesa John Stuart Mill og hérna fleiri svona þessa frelsis heimsbygginga en hann var mikill frelsismaður, John Locke en hann kem samt að niðurstöðu og ég held að sé erfitt að vera ósammála þessu. Hann endar þess að ritgerð á því að segja sko, ok niðurstaðan mín þessi að
ekki aðeins getur frelsið þrifist samhliða tilvist ríkisvaldsins, heldur það niðurstaða mín að ríkisvaldið forsenda þess að frelsið geti þrifist, og það sem hann á einfallega við með þessu að það hljómar rosalega vel að tala bara ok, við ætlum að vera bara með samfélagssáttmála og bara lifa eitthvað inn í ríki náttúrunnar með ekkert opinbert yfirvald. Vandamálið sem hann allavega kemst að, og ég hræddur að þetta myndi eitthvað ef við myndum gera þessa tilraun bara á okkur eyðeyju, 200 manns, og við segjum bara, við ætlum ekki að hafa neitt ríkisvald. Hann basically hugmyndi með Bandaríkin, skilurðu, og þeir ráku sér mjög snemma á bara ok, við verðum að hafa einhvers konar ríkisvald, því að annars þetta bara vilda vestrið algjört, sko, en þessna einmitt semja stjórnarskrána og segja, sko, bara ok, við skulum allavega, við erum tilbúin að fallast á það nauðsynlegt að sé ríkisvald, af því að öðruvísi þá mun frelsið ekki þrífast og við munum bara lifa í ykkurum kaos, en það verður alltaf að ganga út á því að, sko, umfang þessa ríkisvald takmarkist alltaf við algera nauðsyn. Það sem ég að segja, því að sko, í raun og veru punkturinn minni þessi, því ég innilega sammála sem þú ert að segja núna, með því að fara að horfa á punkt nummer 1 og 2 sem ég var að nefna á hann. Ef við erum alltaf með það bak og eira, fyrsta hlutverki okkar að láta fólki í friði, hvað getum við spara mikið pening? Bara ef við byrjum, við erum að eyða milljörðum og tugum milljarða í óþarfa hluti sem við myndum hætta ef við myndum hugsa við ætlum að láta fólki í friði. Þú veist, eins og þegar þetta allt í orðið þannig að allir opinberir starfsmenn þurfa að fara á námskeið í hattusorðræðu. Það bara dæmum bara nei, látu okkur í friði og við spörum rosa mikið pening. Næsta skref, við þurfum að fara vel með peningin, þannig að röksemdafærsla mín þessi. Með því að setja þessi fyrstu 2 atriði í forgang, þá ertu með pening í að sinna síðan vel því sem ríki á að sinna, sem að vernda þegnana fyrir hættum, að sinna góðu heilbrigðiskerfi, að vera með gott menntakerfi og gott vegakerfi. Skilurðu, en mér finnst það svo margir sem að stjórna séu komnir í þá pælingu að við eigum að vera að hafa vit fyrir fólki. Og því miður, þegar þú með pening sem ekki þinn eigin peningur og þú ætlar að hafa vit fyrir fólki, þá það bara svo fljótt að fara á böndunum í bara peningalega, sko. Ég, að því að einmitt, sko, þú veist, ekki bara fær maður mjög sterkt á tilfinninguna að umfang ríkisvaldsins sannarlega, sko, langt út fyrir það sem nauðsynlegt má teljast. Það ekki bara það líka, manni finnst einhvern veginn alltaf vera skortur á peningum til að sinna svona grundvallarþjónustu hins opinbera. En það alltaf að virðist aldrei vera skortur eins og á peningum til að sinna einhverju sem sko mjög langt út fyrir Nei, ég meina, þú veist, þegar við tekum bara lítið dæmi, þegar að Reykjavíkurborg hefur ekki efni á að moka snjóa götunum, þá þurfum við að spyrja ykkur býta en svo erum við að setja, þú veist, svo erum við með einhverja Palestínufána og Úkraínufána og bara hlutverk okkar að þjóna nærsamfélag. Það hlutverk sveitastjórna, sko. Þannig að þú veist, mér finnst bara svo áhugavert að því ég held að það sem sé gerast í stóru myndin að þú veist, fólk með svo ólíkar heimsmyndir og ég held að séu svo margir á Íslandi með heimsmynd að góða ríkið sé einhvern veginn að verja þig. Og þá spyr ég alltaf, ertu með það einhvers staðar á bak og eirað, hver hefur drepið langflesta í gegnum mannkynssöguna? Það ríkisvald. Þannig að þú veist, leið og þetta orðið einhvern veginn þannig að það bara, bara allir að vinna fyrir ríkið, allir á bótum frá ríkinu, við erum ekki að fara býta hendina sem að fæða okkur, þannig að þá byrjum við allt í að samþykja hlut og mér fannst íktasta dæmi, þetta er kannski þreytt að tala COVID, en ég stundum bara svona, þú veist, bara svona til þess að bara vekja okkur. Okkur var bannað að fara út og fá okkur súrefni. Bara ætlum við einhvern veginn að adressa það. Það sama hvað í gangi. Það aldrei réttlætanlegt að ríkisvaldið banni mér að fara út í garð og draga ferskt fucking loft. Og við bara samþykkt þetta var ein mesta klikkun sem einhvern hefur allavega svona sem ég man eftir, sko, enda fannst mér
alveg eiga sér klárlega stað vitnavakning eftir COVID sem ég held að verði ekkert aftur tekin sko og alveg ótrúlegasta fólk sem einhver veginn bara vakna upp úr einhverju móki og ég get alveg bara viðurkennt það og ég skammast mig ekkert fyrir það, ég tók maður smá tíma að kveikja á perunni sko í þessu, þetta var maður og ástæður ég skammast mig ekkert fyrir það alveg bara eðlilegt þegar einhver veginn þú bara að lifa þínu lífi og svo allt innu skellur á eitthvað svona panik ástand, allir að panika og svo bara já, við erum auðvitað öll að vera saman í liði og svo bara svona, það sem nefnilega, það sem ég held að gerði sko náttúrulega í COVID að kannski góða við þessi lockdowns að maður fekk svona svolítið handrými til að hugsa og vega og meta og þá var bara einmitt, eins og þú segir, leiðast bara að áttaði ákvæðandi sturla bara, ég sit hérna heima hjá mér og mér bannað að fara út í garð að draga andan, sko, þannig að ég ekki alveg viss að þetta má, eru margir þeirra skoðunar, ég bara segi no comment, ég veit ekki, ég veit ekki alveg hvað maður á haldið með hvort það hafa allt verið með ráðum gert að einhver veginn testa svona hver mörkin eru, hversu langt hægt að ganga gagvart þegnunum, sko, ég skal ekki segja til það, en ég held allavega að... Ég nefnilega held að stundum sé, talandi eins og ólíku heimsmyndir, ég held að stundum ég ekkert, þeir sem voru að taka ákvarðanir, ég held að það hefði líka bara þurft að vekja þá. Já, það það sem ég einmitt hallast alltaf að, sko, er að ég allavega svona mjög oft, þá ég mjög gjarn á að trúa því frekar þegar fólk talar að allt sé eitthvað með ráðum gert og að yllu samsæri sem ég sannalópi fyrir að klárlega örugglega oft tilfellið, sko, en ég held að það sé miklu oftar einmitt bara fólk sem sjálft komið í, sérstaklega við Ísland, því að við eigum sjaldnast frumkvæða, þetta var náttúrulega global fyrirbæri. Já. Og ég held aldrei bara að einhver veginn, eins og þú segir, og orðar þetta bara svo vel, sko, það svolítið bara þurft að vakna sjálft þetta fólk, sko. Það sem ég fundist svona að vera kannski vonbrigði með COVID, svona eina tilviki sem ég svona, mér smá sambarlegt við þetta en kannski ekki á sama skala, mér það samt algjör klikkun, það var þegar ISAF var í gangi, sko, að þú veist, bara öll þjóðin á bara, við eigum að borga bara einhverjar skuldir sem kom okkur ekkert við, að minnsta kosti sannarlega ekki ávarlega engin lagaheimild fyrir því, en það sem mér kannski fundist vanta, sko, eftir þetta að allir sem ég tala við, minnsta kosti langsamlega flestir, jafnvel þeir sem ekki endilega skoðanabræður mínir í pólitík, þeir eru sammála okkur þetta COVID gekk langt út fyrir allan þjóðaborg. En það hefur ekki átt sér stað neitt uppgjör á þessu. Og þú veist, bursið frá, þú veist, ég minna okkur COVID búið og gert, það vona ég minnst okkur því að en þetta einmitt bara svona í aðeins víðara samingi, sko, hvað þú veist, einmitt, bara svona, þú veist, bara þetta konsept, sko, að getum við einmitt bara tekið, sko, þú veist, þegar eitthvað annað skellur á sem mun vafalaust gera, sko, þú veist, ekki eðlileg krafa, bæði fyrir sérhvern einstakling, en samfélagi heil líka, að á einhverjum tímamóti þá stappi fólk bara dálítið niður fótunum og segi bara, herru, nei, þú veist, hinga á ekki lengra, sko, ég ræði mér sjálfur að minnsta kosti að einhverju leyti, sko, þú veist, það bara ég alveg sammála þessu með að, þú veist, að vanti bara einmitt að ákveðu uppgjör og ræða ákveðna hluti út af því, þú veist, ég segi alveg eins og þú, það tók mér smá tíma að kveikja á ákveðna hlutum, en ég var samt með kveikt á perunni alveg frá byrjun í ákveðna hlutum að, þú veist, af því að heimsmyndin mín svo lengi búin að vera ég meðvitaður að það versta sem hefur gerst í mannkynsögunni átti sér stað af hálfu ríkisvalds. Þannig að það alltaf kveikt á þessari peru. Ofríki ríkisvalds stór hættulegt. Og þess vegna skilurðu, eitt að vera í byrjun bara, ok, þetta virðist vera í byrjun virkaði þetta mjög hættulegt, og þá var ég ekkit undan þegin öðrum í því að maður var bara, shit, þetta bara 10% líkur á þú degir eða það er COVID eða eitthvað. En það var svo hratt komin þessi punktur mitt ef maður hefði verið bóðin í einhverja umræðu þætti, þá það bara, ok, tósum eitthvað upp í 30, eins og ríkisvaldið að banna okkur að fara út fyrir dyrnar og fá okkur súrefni. Ekki bara ef við fáum COVID, heldur líka ef það leikur grunur á við séum með COVID. Spurningi mín þessi,
það eitthvað sem við ætlum einhvern tímann að sætta okkur við, og ef við sættum okkur við það, ætlum við þá líka að sætta okkur við að hlutir þróast sem þýðir að hvert þá næsta skref? Já. Af því þetta verður ekki stoppið, sko. Ef við leyfum þess að gerast, þá eðli málsins samkvæmt ef það kemur eitthvað sambarlegt ástand og allt í einu verður hægt að beisla þig við rúmið þitt eða banna þér að fara út úr herberginu, þá verður það gert og þá erum við búin að samþykja nýja narratífu. Já, en sko mér langar líka svolítið að setja í samhengi við annað sem bara mjög relevant ákkurat í dag og hefur náttúrulega verið lengi, að það tjáningarfrelsi, sko. Að þú veist, maður lesi í öllum bókum að svona grundvallarstóð vestræns samfélags skiluru tjáningarfrelsið og maður einhvern veginn tekur náttúrulega heilsugar undir það, en maður spyr sig einmitt, og það sem reyndar mjög áhvert að þú nefnir ríkisvaldið, það sem ég finnst vera einstaklega áhugavert þegar kemur að tjáningarfrelsinu og það hvernig við einhvern veginn sjálf erum stöðugt að ritskoða sjálf okkur og veigur okkur við því að tjá skoðanir sem eru samt mjög oft þessi eðlis og efnis að eru nákvæmlega ekkert aðum og 90% af samfélaginu er sammálaði, að þar sko allavega myndi ég sé á Íslandi í dag, það ekki mikið við ríkisvaldið að sakast, ok, þú getur talað um einstakar stofnanir kannski, en ég meina við lifum ekki í þeim veruleika á Íslandi að það sé verið eins og að gerast í Bretlandi, sem bara ég í alvörinni, þegar ég las það, ég hugsa bara, nei, þetta er feik, það ekki fræðilegur að sé vera kveð upp refsidóma í 1000-tali árlega í Bretlandi fyrir einhverja tjáning á samfélagsmiðlum. Og ég þurfti að sko sannreina þetta bara aftur og aftur, bara þetta raunverulega að gerast og mér finnst klikkað að sé ekki sko verið að tala meir um þetta, en sko á Íslandi, þá við erum ekki að glíma við þetta að ríkisvaldi sé að meina okkur einhverja tjáninga, minnst að vil ég meina það sem að gerast að við sjálf borgaranir, við samfélagið, erum einhvern veginn og að mörguleiti þetta örgulega, ég ætla ekki að segja ímyndun í kollinum á okkur, en ég held að það sem hefur bara svona svolítið sýnt sig, að ég held að hafi miklu sigrar unnist síðasta ár, 2 ár, með samfélag orðið opnara, fólk orðið ófeimnara við að tjá sig, að þá reku okkur það bara, ef þú tjáir hérna skoðanir, það ekkert hræðilegt að fara ekki, og ég veit að við getum farið í samhengi og sagt, auðvitað, það var hræðileg hluti gerst eins og bara gerist núna á þessu ári með Charlie Kirk, sko, en ég að segja að allavega Ísland í dag þannig að ég ekki hræddur við að fara í þetta spjall við þig og tjá skoðanir mínar, og ég hef ekki neinar áhyggjur af afleiðingunum, sko, það til hann að kemur ljósa mestu kosti, en fólk mér finnst aðeins vera búið að breytast, en við vorum sannarlega komin á þann stað sem samfélag að mér fannst fólk bara eiga mjög varfærið að bara beita tjáningarfrelsinu til að tjá sig um eitthvað annað en bara enska boltan, sko. Þú veist, hvað er að fara, sko? Og aftur, alveg eins og með COVID, að þá finnst mér þetta svona ákveðin pælingin ástæðan fyrir því ég myndi vilja, og talandi að mér finnst að ríkja að láta fólki í friði, að þú veist bara minn Geiri, búin að vinna í 20 ári fjölmiðla, bara RÚV, skilur þið. Ég myndi bara segja, hann má bara leggja þetta niður, þetta óþarft. Ég myndi segja, ok, en ef við færum rök fyrir þetta sé þarft, þá ætti RÚV einmitt að vera í því að ráða fólk sem að einkamiðlar eðli málsins samkvæmt hefði ekki efni á í að greina stóru myndina. Og vera með fréttaskýringaþætti þar sem væri verið að greina einmitt hvað gerist þegar samfélag fer aðeins og langt í átt fasisma eins og í COVID. Hvað ætlum við að læra þessu tímabili? Og þá kemur þú núna með tjáningarfrelsi. Þá það einmitt, skilur þetta, bara hvert erum við að fara með það ef að þegnarnir þor ekki lengur að tjá sig, skilur. Það engin umræðum þetta, heldur þvert á móti, sko. Sástu núna nýja bókadómin yfir bókinars Frosta? Já, Kjartan Já, þú veist þá bara aftur, skilur, það ekkert að því að hann sé með sína skoðun. En þetta nána sett upp eins og þetta sé frétt, skilur, og það maður svona, heyrðu, þú veist, hvað varðum bara, megum við ekki rökræði þetta? Já, þetta
það svo fyndið sko að hérna, nei, það reyndar ekkert fyndið, en þú veist, ég mitt sko, var að velta fyrir mér, hérna, og þú náttúrulega þekkir íslenska fjölmiðla miklu betur en ég og sögu þeirra sko, en þú veist, var Vísir alltaf svona svakalegur sko, ég hérna, þessi sami maður og hérna birti þennan dóm sko, það var alveg magna, við vorum núna fyrir einhverjum mánuðum, þá vorum við að hérna gera samning við Aftureldingu, Myndkaup, við vorum að styrkja, nú heitir hérna Varmáðar sem þeir spila, heitir Myndkaup höllin, og þessi sami maður kemur allt inn með frétt og ég sé fyrst bara frétt á Vísi og bara áhverst að vera hérna, fjallum þetta framtak okkar, við erum að styðja íþróttarhreyfingu í Mosfellsbæ og fréttina var öll bara eitthvað svona íslenskt rafmyndafyrirtæki hefur gert hefur hafið samstarf með Aftureldingu þess má geta og það var bara strax var í bara hérna árið 2021 þá var ein frægasta rafmyndaköpull í heimi FTX var svikamilla og allir fjárfestar döpuðu peningum og Sam Bankman-Fried fór í fangelsi nú hérna þá líka var Vísir 2021 þá sagði seðlabankastjóri að Bitcoin væri píramítasvindl og svo var ekkert meira með þetta var eina inntaki og maður bara svona ákvaða vegferð Nei, við erum í lok árs og þú veist aftur ég aftur að því ég svo innilega hrifin af díalóg, ég svo hrifin af opinni umræðu og þá segi ég eins og ég las þennan bókadóm, þá segi ég þessi strákur hefur fullan rétt á að vera með þessa skoðun og allt það, en þú ert fréttamaður og þú mistir mig á einum punkti í fréttinni, alveg mistir mig í bókagagninni, ekki bara mistir mig heldur mistir mig alveg, það var þegar þú sagðir en þess má geta Frosti mælti með ormalifi fyrir hesta í COVID og ég segi, það 2025 þið reyndu þessa narratífu í miðju COVID þið vitið að ívermektin líf sem hefur verið skrifað upp á fyrir það hefur verið miljardar skammta fyrir mannfólk þið haldið áfram að kalla þetta ormalif fyrir hesta þú veist, af hverju að halda áfram að ljúga? Já, þetta er líka sko það sem sárnar eiginlega mest við þetta finnst mér sko að það var þetta fyrir mína tíð að við vorum með alla þessa fjölmiðla hérna Þjóðviljan og þessi hérna málsgögn hérna flokkana en ég stundu spyr mig sko þú veist, mér líður ágætlega ef ég að lesa Morgunblaðið og það verið að fjalla sjávarútveginn, þá veit ég bara það ekkert verið að hérna, fara neitt í felum með það, bara við erum ekki með óhlutdræga umfjöllun sjávarútveginn, við bara skiljur, það ákveðin bíasanna, tekið þú það grein á solt, en hinir fjölmiðlarnir, þeir verðast alltaf svo uppteknir af því og kannski alvarlega að flestir eða ekki kannski flestir, en ennþá furðu margir kaupa það. Herru, þetta eru hlutlausir fjölmiðlar. Og það finnst mér vera svo, að því að augljóslega, þú farið mér í spjallu að tala Bitcoin. Ég augljóslega ekki óhlutdrægur að tala Bitcoin. Akkurat. Ég með massívan bias. Akkurat. Þannig að hérna, og ég gerum bara grein fyrir því að ég ófær að tjá mig á óhlutdrægnu Bitcoin. Akkurat. Ég hins vegar að því sögðu þá reyni ég mitt besta að draga úr mínu bías til að sjá hlutina skynsamlega því að ekki bara til að geta miðla efni skynsamlega frá mér, heldur þar ég líka á því sjálfur að halda því að ég með aðlífuna mína í rafmyndum, skilurðu. Bara það að þú ert meðvitaður hennar bías og bara það, þú veist, það eykur trúverðuleika en að þú sért meðvitaður hann og að þú drægir úr honum. Já. Og þá mitt talandum, sko, þú veist, þú hefur ekki jafn mikið undir, sko, þetta skiptir máli fyrir alla að vera trúverðir, en þú ert blaðamaður. Já. Þá trúverðuleikiðin allt, sko. Einmitt. Maður hefur haldið það, sko. En mér svona, ef við tölum aðeins um þessa stóru mynd, að því að, þú veist, einmitt, þú nefndir á þann libertarian, að þú væri svona, og ég hef tugsað svona, ég veit ekki alveg hvað ég á að kalla mig, að því ég núna horfa á, þú veist, þegar að verða hvað hægri sveifla, og ég taldi mig, þú veist, allan upp á vinstri sinnuði heimili og svona freka mikið í því einhvern veginn en stundum hugsaði betur ég orðin miklu meiri frelsismadur en hægra. Þú veist, það til dæmis umræða núna útlendingamál. Að það næstum því að verða þannig á hægri liðinni að það bara verða útlendingakvíði eins og loftslagskvíðin hjá vókfólki. Það er bara svona, betur, ef þú ert hérna, talsmaður frelsis,
getum við ekki bara strax gert greinamun á útlendingum sem að koma hingað og að biðja eitthvað frá ríkinu? Eða fólki sem bara koma hingað og vill spreyta sig. Og það kostar okkur ekkert, það getur byrjað að borga skatta strax, skilurðu þá þarf þú eiginlega að díalóga við mig, ok, hvað það sem að trufla þeirra svona mikið útlendinga? Það húðlitur þeirra? Ok, eitt væri kannski trúin, að þú segir, heyrðu, það eru bara gildi sem eru ósamrýmilega okkur, en þá getur þú bara farið í, heyrðu, ok, ef þeir aðalar eru farnir að fremja glæpi, eða þeir eru farnir að gera hluti sem eru ósamrýmanlegir okkar gildum, þá eru aðra leiðir til að taka á því heldur en einhvern veginn að fara að banna alla útlendinga. Ekki spurning. Ég held að við séum að glíma núna við það vandamál af því að við höfum verið ófærum. Ég meina, sem sagt, útlendingamálin eru eitt en þau eru þó nokkuð svona mál af þessu tagi. Þar sem við höfum bara verið ófær að geta rætt málin á skynsamlegan hátt. Og einhvern veginn, ef maður leyfir sér að nota bara svona labels til að það sé skilja hvað maður á við, bara hvernig vókstraumanir og svona þessir öfgavinsturstraumar hafa dóminerað og kæft umræðina alveg svakalega. Ég verulega ágjur að þessu, að því að þú veist, ég horfi á mann eins og Snorra Másson sem ég einfallega fullyrði og ég leyfi mér að ganga svo langt að segja að sko allir sem skoða hann manna heiðarleika, hvað hann að segja. Þetta vandaður, góður, málefnalegur maður sem vill einfallega bara, hann með ákveðnar skoðanir, hann með ákveðna sannfæringu og hann vill ræða þá. Við getum séð marga sambarlega einstaklinga í Bandaríkjónum sem einhver veginn, það svo rosalega að fylgjast með umræðinni og hvernig svona andstæðuöflin afgreiða þessa menn sem bara öfgakennda, hatursfulla, you name it. Það sem ég hef ágjur af að ef við náum ekki sittast niður og ræða þessi mál, þá förum við að díla við vandamála þessu dagi. Ég tengi líka pínu við þetta. Ég stundur lendi í þessu sko hjá einmitt svona fólki sem kannski skoðanabræður mínir í flestu málefnum að ég farin að svona merkja það að sumar skoðanir að verða allt og ýktar. Eins og þú ert að tala sko, þú talar útlendingakvíði eða það er kannski svona einhver afstæða sem hægrið búið að hafa en ég farin að greina meiri öfgar líka þar sko. Ég hef lent í því ef ég til dæmis hef verið að gagnrýna Trump í einhverjum samræðum, ég teka fram ég ekki oft lent í sinni mann drein tilviki og þá fékk ég eitthvað svona býtu, þú ert ekki einhver woke anti-Trump skilur það. Ég bara hvað, þú veist, what skilur þú veist, Trump ekkert hafandi gagnrýni, ég bara hvaða rugl þú veist, ég held að ég væri með skynsumir við þurfum alltaf að vera stramm okkur á því þú nefnir Snorra, að ég í grunninn alveg sammálaður Snorra, þú veist, bara virkilega velgefin heiðarlegur og bara flottu gaur, en ég myndi einmitt ef hann var að koma núna til mín, þá myndi ég einmitt spurja hann, þú veist, ertu meðvitaður að það ákveðin lægsti samnefnari núna sem að taka málflutningin þinn og gera hann að hluti sem að mér finnst pínu varhugaverðir. Og þá spurningin skilur, ertu til í að láta það slæta að þú veist, þú ert kannski að fá fylgi frá þeim, þú ert að fá stöðning frá þeim, ertu meðvitaður það eða ertu bara, þú veist, ég að tala mitt og það ekki mitt mál hvort að lægsti samnefnari sé að koma með mér, skilur. Af því þá finnst mér að verða að vera bara svona, heyrðu, ekki miskilja mig þegar ég að tala útlendinga og við séum búin að missa ákveðna hluti gjörsamlega á böndunum, þá ég ekki að tala að Ísland eigi ekki að vera landtækifæra fyrir fólk sem vill kominga og borga skatta og aðlagast samfélaginu okkar. Því mér finnst alveg hægt stundum að miskilja og þá kemur þessi spurning, þú veist, fólk sem í stjórnmálum, það meðvitað að einhver gæti verið að miskilja og það kannski bara, þú veist, Ég held ég skilji hvað átt við sko, þetta þú veist, þetta vann með fara því eins og þú segir, þú veist, ég segi stundu þannig og það engin áfellisdómur yfir við tökum sem dæmi miðflokkin sem ég held að sé bara að fara að halda áfram að vaksa og ég teka fram að þó sé nú leynilega kosningar og ég almennt ekki að segja hvað ég kaus miðflokki síðast og hef verið mjög ánægður, sérstaklega með Snorra
það breytir því ekki að eins og talar þessi svona lægsti samnefnari sko að það einhver hluti af kjósendahóp þess hóps, þess flokks sem fólk sem ég segi ég á enga samleið með þessu fólki sko, það getur líka vantalega sagt þetta hérna aðra flokka líka og það sem maður hefur þetta áhyggjur af að það sé ákveðin svona svona þessi hópur sem á jaðrinum sem sannarlega kannski, og ég myndi orðaldið hannig þú veist, þegar þú lest fréttir hjá miðlum sem heldur ótt að segja að séu vinstrisinnaðir og þegar þú heyrir umfjöllun, þegar þú kynir umfjöllun hjá hérna, fólki vinstramenn, þá vilja þau að þú trúir því, já, þú kýst miðflokkin, þá ertu svona bara algjör bigotti, skilurðu. Og hérna, sannleikurinn sá, það alltaf einhver hópur á hérna, sem sagt, jaðrinum sem sannlega þannig, það sé ég ágjör af og ég held að ég svolítið að fylgjast með það sem að gerast í Bandaríkjunum núna að ef við eitthvað missum tökin á umræðinni og hérna að þessir hópar fara að vaksa og ég hugsaði sko það sem gerast í Bandaríkjunum núna þegar Charlie Kirk drepinn og það voru búið að vera margir menn, ég meina Jordan Peterson og hérna, hérna fleiri menn sem mér finnst þeirra mjög málefnilegir, það má líka segja Ben Shapiro þó hann hafi verið svona sannlega kannski svona meira afgerandi, en allir þessi menn hafa átt að samlega þeirru málefnilegir einstaklingar sem hérna vilja ræða málin af einhverju skynsemi sannarlega ekki einhverjir rasistar eða hérna God knows what sem við höfum verið eins og það hafa verið teiknaður upp oft í fjölmiðlum og öðru. Nú hins vegar kominn maður sem heitir Nick Fuentes og ég var að hlusta á hann ég veist ekkert hverju sem að á fyrir nokkrum dögum, ég var að hlusta á hann í 2 tíma þætti á Piers Morgan. Þetta 27 ára maður, áhrifavaldur, svona pólitískur áhrifavaldur, með gríðarlega stórt fylgi. Það eru milljónir ungra Bandaríkjamanna sem að fylgja þessum manni. Og hann ég teka fram að svona enn að maðurinn að svona hvaða skoðun ég á háanum, en ég held að hann sé allavega eitthvað sem við með sjá ekki. Þetta sannarlega maður sem að minnsta kosti ekki feiminn við að vera merktur sem öfga hægri maður. Og ég hugsa einfallega bara, ok, hvert erum við að fara núna? Því að, og ég hugsa að ég seti í Íslands samhengi, sko, þú veist að hérna, ef það ekki hægt að eitthvað veginn hlusta á menn eins og Snorra Másson ef hann kemur í eitthvað eins og þetta kastljósviðtal og allt fer á hliðina og ég horfði á þetta viðtal, ég verð bara viðurkenna, ég áttaði mig alveg á hvað var það sem olli þessu fjadrafóki, sko, og ég hef verið að glíma við sama höfuðverk þegar ég orðið að rýna í það sem Jordan Peterson var að segja eða Charlie Kirk var að segja. En svo horfði ég á þetta við Piers Morgan, þar sem hann literally segir bara Piers Morgan að mér bara Hitler vera cool, sko. Einmitt. Og þá ég bara svona, ok, þú veist, og þessi maður með gríðalegt fylgi og það virðist svona ein túlkun allavega svo, að bara, heyrðu, það búið að vera allir þessir kandidatar, hvað sem þú kallar Jordan Peterson, Charlie Kirk eða hver og þeir hafa allir verið svona, málefnalegir og ef það hefur verið talað eitthvað, heyrðu, ert þú nokkuð á móti konum, ert það á móti trans, ertu hérna rasisti, bara allir bara nei, já, ekkert skiltið þetta. Það þú bara komið gaur sem bara, já, kallaði með það bara, skilurðu. Bara, þarna kemur henni að bli nú rosa áhugaverðan punkt. Það strákur hérna, og því ég vil nú yfirleitt ekki vera að tala fólk að því fjarstöðun ég sé að tala vel það, en ég ræddi við hann og hann kannski kemur inn í þáttinn til minn, hérna, ég mann Sverrir Helgason sem var hérna, sem að hættir hann í miðflokk, eða ungliða, og hann núna með podcast. Nú ætla ég að, ég ætla ekki að vera, að því ég veit hvernig fjölmiðla virka og það sett upp í fyrirsagnir og svona. En það það pínu svona, eitt að þú getur sagt, heyrðu, ok, það bara allir kallaðir rasistar, þannig að gjörið svo vel á kallið en annað að mér sýnist að hann hafi látið út úr sér hluti sem pínu svona, heyrðu, gull, bara sagður þetta í alvöru, að því þú veist, þá alveg munur og það svona fannst mér, hann Naval Ravikant orðaði þetta svo vel. Það svona eitt besta podcast við þetta sem ég hlustaði á þegar hann mætti til Joe Rogan og hann sagði ef þú ert í einhvers konar stefnumótun, tala nú eða þú ert í stjórnmálum
og ert að setja reglur, þá þarftu alltaf að spyrja þig hvernig myndi mér líða með þessar reglur ef að óvinni mínir eða hin hliðin myndi halda á reglunum. Og þá þetta skilur að í þessu ruglöllu, það sem var bara næstu í orði í lægi, bara hvítu kallmaður og þú veist, það bara, þú veist, það sem ég fer í gegnum, ég leið bara svo, ef samfélagi fer nógu langt í þessari geðveiki, þá má bara setja mig saklausan í fangir. Það er ekkert problem. En þá þarftu líka að spyrja þig, hvernig verður þetta? Þegar að pendullin, ekki heldur, þegar pendullin snýst og hin hliðin heldur á þessum leikreglum, þá það kannski bara alltaf að setja þig í fangelsi að þú ert með rangan húðlit, skilur. Þannig að mér finnst einhvern veginn leiður búin að missa sjónar á því hvað það að vera með samkennd og að vera manneskja, af því þú heldur á völdunum. Þá veist þú ekkert hvernig það mun líti út eftir 5 eða 10 ár þegar þú ert alltaf í einu komin í hlutverk fangans en ert ekki lengur fangavörðun. Nei, ég man eftir held ég að fyrsta sem ég las Jordan Peterson þegar hann kom fyrst fram eða svona var farin að vekja athygli og ég hef sagt hvað það var og las bara, hann var spurður eitthvað what's your end game og hann sagði að berjast gegn öfgum, sagði hann, því að það er bara mín staðfasta trú að undantekningarlaust þegar öfgar verða ráðandi í stjórnmálum og í samfélagi, þá bara, það endar alltaf á sama veg, bara massmörder af hálfu ríkisvaldsins. Akkurat. Og svona drastísk orð að segja, skilur, líka þannig að þetta samfélag var meira low stakes þá, skilur, þetta 2015 eða eitthvað 16 og ég man tala eitthvað massmörder af hálfu ríkisvald, bara já, en samt, Sovjetríkin og nazismin, Pinochet og Pol Pot, bara ok, þetta enda alveg svona punktur. Svo bara, voru nokkrir sem voru svona mjög ábyrrandi í einhvern veginn þessari vegferð sem hann var á, að bara, þú veist, við einhvern þurfum að ná að umræðan, þú veist, nú þetta búið að vera þannig að vinstrið búið að vera að færa alltaf meira og meira í öfgar, við erum sannarlega með dæmi í sögunni þar sem hægrið hefur verið og mér er eitt besta dæmi að lýsa með McCarthyismann í Bandaríkjónum á 7. áratugnum. Akkurat. Það er að því að þú veist, það er oft talað eitthvað nazismann en við tengjum ekki eins mikið það, en McCarthyismann er mjög gott dæmi þar sem hægri fyrir sannarlega ykkur öfgar. Það sem má telja hægrun til teknir, þeir voru tiltölulega fljótir að, þú veist, og það var þegar Joseph McCarthy einmitt byrjaði þannig, bara byrjaði þess að það er mjög svipa, bara við erum sammála það að við viljum ekki kommunísk áhrif í Bandaríkjunum. Og allir svona, ok, við erum sammála því að það var að vita, það eru einhverjir njósnar á vegum sovéska kommunistaflokksins sem eru að reyna að infiltrata Bandaríkin og hafa skaðleg áhrif. Ok, við getum fallist á þetta er ekki gott, við setjum okkur að nefndin Anti-American Committee til að fylgjast með og stoppa þetta. Og svipa eins og mér finnst bara oft svona öfgarhreyfingar byrja, er að það byrja að taka eitthvað svona sem allir voru sammálum okkur. Hér ónefnilega bara staðfest tilvik, þessi maður meðlimur í sovéska kommunistaflokknum, hann undir fyrirmælum að infiltrata bandaríska innviði og að hafa skaðleg áhrif á Bandaríkin. Og svo hvað gerist? Svo fær þetta alltaf verið víðara þar til hugtaki kommunisti var bara búið að missa alla efnislega merkingu og það var bara þannig að McCarthy bara benti bara þessi kommunisti og bara menn bara, já, ekki skildi það en músefinu var orðin það mikil og þannig var Eisenhower forseti og Nixon var þarna varaforsti og var í þessari nefnd og menn voru hann segir þið verða að fara að gera eitthvað í þessu, gaur er ruglaður en Eisenhower hann gerði ekkert fyrr en hann frétti það að McCarthy ætlaði að fara að velta við öllum steinum í hernum, af því að hann var alltaf gamall herfóringi. Eisenhower hann sagði, nei, bara over my dead body, tökum hann mann og umferð bara núna og hann var hann tekin í þessu fræga, þetta var sjónvarpa þegar hann spurður í þinginu, have you no decency, og það var að tala með þannig fyrsta birtingamyndin að mætti sjónvarsins, því að muna allir eftir þessu, hann spurður tvisvar, have you no decency, sir? I ask you again, have you no decency? Hann man engin einu sinni hvernig hann svaraði og ég man eftir þegar Guðni og Davíð voru í frambóðið þá spyr
Guðni vafalaust með þekkinguna á sögunni spyr hann í sjónvarpinu, hefur þú enga sómakennd, Davíð? Og ég man ekkert hvernig Davíð svaraði, sko, en ég man eftir þessu augnabliki. Þannig að, þú veist, við höfum séð öfganar þarna í hérna báráttir. Núna undanfari þetta búið að vera á vinstri vagnum, menn eins og Jordan Peterson og fleiri, Charlie Kirk og fleiri að vera að vara við því, gert sitt besta. Ég meina, Charlie Kirk bókstaflega lét lífið við að hérna reyna að eitthvað stemma stigu við þetta. Og maður spyr sig, hver árangurinn at the end of the day hjá öllum þessum mönnum? Hefur þetta eitthvað skánað, þú veist, og ég spyr bara opið, ég ekki að segja ég sé með svarið, en ég hélt tíma hérna, þegar Trump vann og þetta, að bara nú þetta bara, við erum að fara að sjá bara einhvern veginn að sigla inn í einhverja frábæra tíma og vókið að baki og þessar umræðan áttur að vera hófstilltari. Þú veist, nú Trump búin að vera ár í embætti að verða. Og ég forðan að vita hvað þér finnst Sölvi, sko, þú veist, hvernig finnst þér þetta ár búið að þróast? Ég tek svolítið undir með þér og ég stend alveg við það að ef ég hefði verið að ganga kjörborðinu í Bandaríkjunum, þá hefði ég alltaf kosið Trump. Einfaldlega vegna þess að aftur, mín heimsmyndi þannig, ég óttast rosa mikið úlfa í sauðagerði þegar kemur að stjórnmálum. Og ég upplýði bara að ég veit ekkert, ég veit allavega sirka hvar ég hef Trump. Hinn hliðin, ég veit ekkert, þú veist, þau eru með eitthvað svona slett og fellt yfirborð, en þú veist ekkert, eru við bara farin í hérna einhvern massa stríðum og bara, þú veist, mér leið eins og þau séu, þú veist, meiri strengjabrúður en hann. Og það bara aftur, en þá var aftur, ég ber virðingu fyrir því að þetta heimsmyndin mín og þetta eru mínar forsendur fyrir því hvernig ég kýs og meðan einhver annar fer að kjörborðinu með aðra forsendur þá get ég alveg skilið að hann myndi komast að annarri niðurstöðu í hvað hann kýs og það sama með að því hún nefndi miðflokkin á þann stærsta ástæðan fyrir því ég segi svona þú veist það margt í málflutning miðflokksins sem jákvætt og gott þá það einmitt, kannski íkt fyrir mig að nota þetta hugtak það bara, minnst bara mikilvægt að einhver fara stíga stemmu við því sem hægt að kalla bara kommunism á Íslandi þegar sko sá flokkur sem á að vera einhvern veginn að standa vörðum frelsi sjálfstæðisflokkurinn hann bara farin að taka þátt í því að allir opinberi starfsmenn að fara á námskeiðum hatursorðræðu og bara hvert erum við komin sko. En þannig að ég myndi segja sko að ég segi eins og þú, það var svona ákveðin bjartsýn í gangi þá og líka mitt, þú veist, með Bitcoin og markaðina og allt þetta en svo held ég að við drífum aldrei lengra heldur en hvert svona human consciousness komið. Og mér finnst svona eins og það sem við sjáum að við dettum alltaf í sama farið að því á einhverju leveli vil ég trúa því að human consciousnessið það að evolva, það á leiðinu upp en við erum ekki alveg komin þangað sem við myndum vilja vera komin sko. Þannig ég svolítið að því og það hljóma kannski svolítið svona vúvi en ef ég að horfa á stóru myndina þá svona þú veist bara, ég trúi því að ef við myndum út frá þess að þú varst að nefna áðan hérna, þú nefndi 2015 og þú nefndi Jordan Peterson því ég bara svo hjartanlega sammála Jordan Peterson í, þú veist, bara þið meðvituð hvernig þetta endar alltaf þetta endar með oppressive ríkisvaldi að drepa þegnum það mannkynssagan og þá myndi ég segja, getum við staldra við, þú veist, mér finnst þess að við höfum farið inn í og það sem að vóki svona ákveðina heimtufrekju þá bara, ég ætla að vera bjartsýnn og segja nei en við gætum hafa upplifað bestu tegund af samfélags/ríkisvaldi í sögu mannkyns sögunar frá svona kannski 2005 til 2015 í Vestur-Evrópu og sérstaklega Skandinavíu. En þetta algjör undantekning í mannkynsögunni og ef við ætlum að fara að taka svo öllu sér sjálfsögðum hlut og missa hlutin úr böndunum þá gætum við bara hort tilbaka og sagt þetta voru the glory times sem munu aldrei, ég endur bara komið þangað að ég hef það mikla trú á einstaklingnum að ég held við séum að færast í tíma þar sem það verður bara stærri og stærri hópur fólks sem svona að fara að lifa lífi sinni fyrir utan kerfið og þá það aftur þetta bara, þið eruð ekki að láta mig í friði, þá þarf ég bara að fara að lifa lífinu mínu þannig að ég ekki einu sinni með ykkur í samfélagi, skilur. Og ég held að munu koma upp, sko, klárlega fylki og jafnvel ríki, eins og nú El Salvador með Bitcoin og annað, þar sem verður bara svolítið svona, þú veist, ef þið eru með sömu heimsmynd og við, verið þið velkomin, hér getum við búið saman, sko. Að því, ég veit ekki, mér finnst bara alveg sama hvort við erum að horfa til Bandaríkjanna eða Evrópu eða annað, mér finnst bara alltaf vera að horfa á hana rauða þráð, bara búrókrasjan
bara orðin of mikil og kerfin, við erum til fyrir kerfin en ekki kerfin eru til fyrir okkur sko. Já, þú veist það er annað sem ég hef velt mikið fyrir mér í þessu samhengi öllu saman, að svipa eins og oft þegar ég byrja að kynast bikkunum sínum tíma, að þá breytist svona við sko ekki pólitíska skoðanir mín endilega, heldur bara hvernig ég leit á pólitík, að því ég hugsaði bara, heyrðu, þú veist, það er aldrei talað um hvað Fiat-kerfið hefur mikil áhrif á samfélagið og hvernig það leiðir af sér svo mörg samfélagslega vandamál, við erum alltaf bara að tala um einhverjar pólitískar klísjur. Í þessu samhengi þá velti ég svolítið fyrir mér sko, við erum að tala um alls, við erum að ræða allskins samfélagslega vandamál og ræða hvað þessi lið að segja og þessi flokkur að segja og svo framvegis. Þú veist, það sem held ég líka bara, ég set mikið spurningamerki við, að ég trúi því að í grunninn þá erum við mjög spiritual verur og við erum mjög social verur. Svo horfum ég á samfélagið í dag og ég velti fyrir mér, samfélagið mjög spiritual og það jafnvel yfir höfuð, það mjög social í dag með að við hvernig það var. Og ég hallast því miður að því að segja að, og ég reyndar held að það sé ákveðin vakning í þessum efnum og við séum svona að þróast betri vegar, en mér finnst, ef við tökum bara Íslands ég held að mig heimfarið yfir á örugglega öll Vesturlönd sko, að svona ég bara fæði að segja bara trúin, þú getur kallað andleg málefni eða spirituality eða hvað það þetta verið á rosalegu undanhaldi síðustu ár og áratugi yfir í það að það bara orðið mikið feimnismál yfir höfuð að bara viðurkenna jafnvel að maður sé trúaður, ekki, ég merki klárlega breytingar núna, en þannig að ég er búin að vera með svona smá vakningu með þetta upp á svona svipa eins og þegar ég var að kynna spikkun á sín tíma og bara, heyrðu, þú veist, það þarf að fara að ræða meira um Fiat-kerfið í stjórnmálum, ekki bara um einhverja þessar sömu dogmatík alltaf fram og tilbaka, af því að hér er bara einhver rísa áhrifaþáttur sem ég held að sé að eitra allt samfélagið og búið til alls konar kergju og ergju og skapa frjóan jarðveg fyrir öfgakendar stefnur og strauma. Samældi með þetta sko. Þetta er rosa góða punktur. Við getum verið undir álögum einhvers kerfis, en að því við erum öll inn í því, þá sjáum við ekki undir hvað álögum við erum. Og þá hugsa ég eftir þú veist að þú nefnir Fiat-kerfi sem er klárt mál að þarf að skoða og hvernig einhvern veginn köngulóarvegurinn áhrifum þess að seilast inn í alla kima samfélagsins, að þá hugsa ég þegar Óli Stefán hann var að tala um menntakerfi sko, og hann talaði um aðalnámskrá. Það var svo gott þegar hann sagði sko, þú ert þarna að leita að gleraugunum þínum og þú ert hálfblindur, en þú veist ekki, þú getur ekki fundið gleraugun að því þú ert blindur sko. og þú veist, aðalnámskráin er pínu svona fyrir utan náttúrulega bara foreldrar okkar, en þau eru líka við erum undir skilyrðingum aðalnámskrár og við förum aldrei í umræðuna, heyrðu, eigum að skoða hvort við getum gert þetta einhvern veginn alveg upp á nýtt. Við erum vissum að þetta séu þær skilyrðingar sem við viljum að við séum að fóðra fólk með alveg frá barna sko. Og hver er útkoman af því? Því ég er alveg sammála sem þú varst að segja, með við erum spiritual verur og samfélagsverur. Svarið við fyrir spurningunni samfélagi spiritual bara absolutt nei í mínum huga. Svarið við seinni spurningunni já og nei, en klárlega alls ekki nógu mikið já, sko. Nei, það er ekki nógu mikið sósíal. Nei, þú veist, það er alltaf sundlaugarnar eru svona, þú veist, Íslands samfélag í sundlaugunum svolítið, sko. Einmitt. Nei, að því að þú veist, sko, ég er kannski það naív, sko, en ég trúi því í einlægni að sá sem er mjög spiritual, hann er ófær að hata aðra mannesku. Akkurat. Það er ekki það með sagt að hann geti ekki kannski fundist einhver manneskja óþolandi sko, en hann er ófær að finna fyrir djúpstæða hatri og þannig að þú veist þetta er svona svipað sko, að við eitthvað veginn, þú veist, við erum að sjá alls konar birtingamyndir af ýmis konar vandamálum og við erum alltaf að leita í einhverja lausnir þú veist, mikið í stjórnmálun þetta og svo einfalda spyr maður sig bara, þú veist,
þar maður mögulega bara, myndi maður gera meira gagn ef ég segjum að ég ætla að fara helga mér það markmið að koma samfélaginu á betri kjöl, myndi maður hreinlega gera meira gagn bara með því að hjálpa fólki að verða meira trúað aftur, sko, skilurðu, heldur en að bera á borðið einhverja pólitíska skoðanir, að vísu það endar orðið, þú veist, það svo sem, það má kannski, það sem mér hefur svona fundist gott við hægrið núna undanfarið, það klárlega vera ég myndi allavega að segja það, ég upplýði það alveg frekar sterkt að það meira spirituality að hægra mig. Þá myndi ég koma, ef maður tekur aðeins dýpra, ég sammála því, það jákvætt að það sé allt í að verði í lagi að segjast vera trúaðir og það bara, mér finnst þið vera að fara þangað það í lagi. En síðan spurningin þar sem ég kannski aðeins með hægrið, ef ég horfi á að því svona dýfstu pælinguna mínum trú, að þá horfir á til dæmis bara segjum svo ég sé kristintrúar. Jesú, ef maður dýfi sér djúpt ofan í það og fyrir að skoða, Jesú allt annað en kristna kirkjan. Já, og þá þetta sko, svo kristna kirkjan búin að segja þetta á að vera svona og þetta á að vera svona og þá allt í einu get ég sagt, heyrðu, ég með þetta á bakvið með að því að ég með, þú veist, ég kirkjuna maður en þú veist, ég bara tiltölulega nýlega búin að hlusta á podcast eftir gæja sem ég treysti mjög vel og hann búin að dýfa sér dýpra ofan í allt sem snýra Jesú heldur en nánast allir á jörðinni og hann sé bara, vissuðu það að Jesú átti 3 bræður. Hvað ertu að segja? Og akkur máttum við ekki vita það? Jú, að því að náttúrulega skömmin í kringum kynlíf. Skilur, þú veist, og þá bara elsti bróðir hans Jesú, ég held þú trúarsöfnuði löngu eftir að Jesú dáinn. Með mjög mikið af fylgjendum og einmitt, það voru gerðar atlögur á honum að því þessi trúarsöfnuður var hann hættulega stór, skilur. María Magdalena og Jesú eiga að hafa átt í ástarsambandi. Og verið að stunda eitthvað svona sacred tantric kynlíf en þú veist ég hef ekki heyrt þetta skilur og þá það bara þessi pæling bara ok og þá aftur einhvern veginn einhver svona djúp skilyrðing og þess vegna kemur öll þessi skömmteng kynlíf einhvern veginn þú veist að það þú veist að Jesú varð að hafa verið eingetinn og einhvern veginn þetta skilur þannig að mér er bara svo áhugavert að því þú segir þetta með að get ekki hata aðra manneskju ég trúði að þú fer djúpt onni trúna, þá ferði mitt þangað, skilur, hver boðskapur þessa manns, skilur, hann virðist hafa verið mjög mikill kærleiksboðskapur. Já. Og það svona, ef að fólk langar að, þú veist, ég náttúrulega aftur talandi að vera pínu hlutræður, en bara psychedelics, skilur, þú veist, ég hef sagt bara ef að það væri bara skylda áður en þú verður ná þing að þú þurft að fara í 3 ára í Óskarsceremoníur. Ég nokkuð vissum að við værum í mun betri málum, sko. Út af því það kemur enginn út úr alvöru psychedelic ferðalegi og hugsaðar, ég þarf að græða meira, það þarf að vera meira fyrir mig. Þú kemur alltaf út úr því og hugsaðar, shit, ég þarf að gera meira fyrir annað fólk, ég þarf að vera betri maður. Já, það áhverð. Það ætla að sé ykkur stjórnmálamenn í þessum efnum, psychedelics. Ég myndi svona giska á að séu 2-3 þarna. Já. Myndi giska á það, ég hef ekki staðfesting á því. Nei. En það er lágt hlutfall miðað við hvað þetta mikil undiralda í íslensku samfélagi. Já. Veist, ég talaði við mann daginn sem mjög vel með puttan á púlsinum og sjálfur að vinna við þetta og hann saðist estimita að við séum að tala 20.000 Íslendinga. 20.000? Já, sem að hafa tekið hugvíkandi efni. Það er svoleiðis, já. Já, þú veist, kannski 20, þá er að tala kannski 10-20, en þú veist, einhvers staðar í námunda við gætu verið að nálgast 10% af öllu fullorðnu fólki á Íslandi, sko. Ég nokkuð vissum að við, ef við erum ekki komið þangað, þá erum við með hæstu prósentum miðað við höfðatölu, eins og í svo mörgu öðru, sko. Já, áhugavert. Já, þú er nú gert þitt í þessu. Ég horfði nú á heimildarmyndir, það eru 4 þættir af heimildarmyndum á Netflix, How to Change Your Mind, minnum að það heitið. Það var mjög áhugavert, sko, og sjá líka svona söguna, sko, að hvernig þetta er labelað sem, ég man ekki Class A drug eða hvað er 1970 eða eitthvað, gott eða var ekki með stjórnartíð Nixon, sko. Talandi svipað, þú veist, þú getur komið með eitthvað samsæðiskenningu og sagt, já, þú veist, að ég heyrði eitthvað með samsæðiskenningu, sko, já, þetta er út af ríkið vill ekki að
borgarinir sko fái svona mikið bústa gagnrýni og sjálfstæðri hugsun til að það svo þetta stjórna þeim. Má vel vera, ég veit það ekki. Ég held bara, þú veist, að það ekki alltaf að fara ná djúpt í skynir. Ég hugsa, þú veist, ef þetta hefur verið gert í stjórnandi Nixon sem notabene það var hann sem byrjaði War on Drugs þó að Reagan hafi verið mest þekktu fyrir að War on Drugs byrjaði hjá Nixon. Og ég las nú ævisögu sem var mjög áhugaður æfisögu. Ég las ævisögu Nixons, það var lengsta bók sem ég lesið og það var magnaður náungi þó að hann hafi verið eins og hann var með sína bresti, sko, en ég þykist nokkuð vissum að hann hefði haldið að þú veist, tala psychedelics við hann hefði bara haldið að það væri stórhættulegt, bara eitthvað dæmi sem þú tekur og verður bara eitthvað klikkaður, skilur. Þannig að, þú veist, að það hafi verið eitthvað svona með ráðum gert eitthvað samsæri til að halda þegnunum niðri, sko. Það má vera, ég ætla ekki að segja ég held að við séum svolítið svipaði heimsmynd í því að þú veist að þú þarft ekki alltaf að fara eitthvað djúpt í eitthvað samsæriskenningu. Það er náttúrulega málið, sko. Það kemur á sama stað niður. Fólki sem er að stýra er líka operetta út frá hræðslu. Sinni eigin hræðslu. Og ef að fyrir þér er þetta bara eitthvað stór furðulegt og stór hættulegt og samrýmist ekki heimsmyndinni, þá bara er það betra að loka á þetta. Já, ekki spurning, sko. Þannig að, já, ég veit ekki, ég held allavega að það sé svona, þú veist, einhvern veginn, það er fátt sem að getur brotið heimsmyndinu þína og ef einhver hugsar mitt, þú veist, nú hef ég ekki prófað kókaín, sko, en ef einhver hugsar þessi efni í sömu andrá, þá hugsar þú veist, í öðru tilvikin ertu að taka eitthvað og þú verður meira uppfullur af sjálfu þér. Já, einmitt. Egoið verður stærra, þú veist, það er svona ráðvert að horfa á samfélag, við erum að tala ég hlustaði svona podcasta sem að vera að tala ráðandi efni, hvernig þau hafa áhrif á samfélagsgerðina og þú veist, á hippatímanum þegar psychedelicin þá þú veist, meira verið að mótmæla stríðum, frjálsar ástir, svo kemur kókaini svo sterkt innan í kringum 1980 og þá er bara græða. Svo erum við núna held ég í stærstu psychedelic öldu mannkynsögunar sem verður ekki stoppuð út af því það var hægt að stoppa hana með War on Drugs. Það verður ekki gert aftur núna og við erum komið með internetið. Þú veist, á þeim tíma fólk var kannski að taka ranga skammta LSD eða rönga efni og bara fór yfirum. Og svo heyrðust bara einhverja hryllingsögur af því. Núna erum við með svo mikið upplýsingum og það er hægt að gera þetta svo miklu betur, sko. Já, þannig ertu bjartsýnn á, þú veist, komandi tíma með bara, þú veist, eins og við vorum að sko tala hvernig svona intensityð er að aukast, þú veist, og ég var að hugsa þetta, þú veist, er þetta að aukast eða er ég, að því að ég hugsa, hvernig er ég að upplifa heiminn? Og ég spurði mig, þú veist, ég svara ekki endilega spurningu, ég sagði, getur verið að ég sé mjög bara að upplifa heiminn í gegnum síma minn, í gegnum mjög hlaðvörp sem ég er endalist að lusta á, skilur, að því að ég end of the day, ég fer í vinnuna, ég kem í búðinni, ég fer á einhvern veitingastað í hádeginu og ég er ekki að sjá neitt eitthvað intense dæmi í gangi, sko. Það er ekki þar með sagt að það sé ekki raunverulegt, ég er bara að velta þessu fyrir mér, en ég fór það að vita, þú veist, ertu bjartsýnn á að einhvern öldunarlægi og bara allt í einu svona vöknu þessu samfélag og bara við erum ekki bara gott samfélag og það er að fólk getur verið alls konar og allt þetta skilur og ég veit tvíþætt svar við þessari spurningu. Já, það er undan þetta sem þú veist að segja með síman í þessu sammála. Ég held að við séum að upplifa nú þegar mjög ólíka tímalínur og ég held að þar kemur inn ef maður fer alveg djúpt ofan í sjálfsábyrgð, þá er það ég ber ábyrgð á hvaða tímalínu ég er að lifa. Þú veist, ég get verið hér og maðurinn í næsta húsi getur verið að upplifa tímalínu þar sem lífið hans það er bara miklu meiri fegurð og gleði og einmitt bara, það er eitthvað intensity, ég er bara rosa lítið í símanum mínum og lítið á fréttamiðlum og ég bara sinni áhugamálunum mínum og ég er góð við fjölskyldunum mína. Þannig ég er innilega þeirra trúar að við erum ekki bara eitthvað svona viljalaus fórnalömb í líf okkar. Við getum verið að skapa okkar eigin veruleika en svo kemur einmitt þetta með þetta kollektífa þá finnst mér ég vera búin að ég vil bara trúa því að ég sé búin að sjá það að the good will prevail. Við munum enda á góðum stað en spurningin er líka alveg eins og í lífi venjulegra mannesku hvað þarft að fá bílað áfall til að breyta þér, hvað þarf að fara langt á botnin til þess að hætta að drekka, þú veist, í persónulegu lífi einstaklings, þá þarf yfirleitt
áfall, botn, fíkn og ég horfði bara á þetta kollektíf að það er undir okkur komið þurfum við að fara á okkur rosa rock bottom til að breyta sig, ætlum við bara að ákveða að breyta sig áður skilur því, ég sé það þannig að það er verið að þrýsta okkur upp í hærri tíðinni, það er verið að þrýsta okkur upp í það að það verði hérna fallegri heimur en spurningin þarf það að gerast í gegnum rosa mikið myrkur, dimmu og ljóta hluti þannig að við vöknum þannig sko. Alveg eins og við nefndum áður með COVID COVID var á yfirborðinu að mínum að þetta mjög slæmur hlutur en in the long run var það góður hlutur vegna þess að vaktir svo marga skilur þannig að spurningin bara þurfum við fleiri stríð og fleira ljótum hlutum til þess að vakna eða einhvern veginn skilur og þá finnst mér ég sem einstaklingur bara ok, það eitthvað stríð í gangi eitthvað annars staðar í nettinum ef ég ekkert að fara að gera í því þá ég bara að fara að lækka tíðnina mína með því að vera að velta mér upp úr því allan daginn það miklu betra bara, get ég gert eitthvað gagn í nærumhverfinu mínu, get ég verið góður við fólki mitt, get ég dregið úr öllum mín í stríðum í mínu lífi og þá ég að hafa góð áhrif á heildina sko. Já, maður svona elst upp ég fæddur 1989 og ég svona fljótt maður ekkert gamall þegar maður byrja að læra að það var eitthvað fyrirbæri til síðan fyrir á sinni heimsstyrjöldin og manni fannst þetta svo eitthvað hræðileg tilhugsun að hugsa til þess bara allur heimurinn í stríði en svo alltaf sagt mamma sagði að þetta bara heyri sögunni til, nú heimurinn orðinn miklu betri og nú Sameinuðu þjóðirnar og hvað þetta, einhver ofurtrú á okkur alþjóðastofnunum en ég finn það samt svo sterkt að ég hef alltaf borið með mér eitthvað þá og þetta sterkari fyrir bara en von, bara nánast til að kröfu til eitthvað umheimsins, bara það verður aldrei aftur heimsstyrjöld og ég bara svona, þetta eitt af því fáu sem ég svona triggerast eitthvað varnarkerfi þegar einhver talar World War III eða eitthvað, skiluru. Svo var ég að hugsa bara núna síðast í gær, bara þegar ég var einmitt svona, var eitthvað svolítið, já, mér fannst þetta, ég var að hlusta einmitt á einhver hlaðvörp að fjallum ástandi í heimsmálunum og allskyns voðaverk búin að vera eiga sér stað undanfarið. Og þá svona hugsaði ég bara, getur verið, mannkyni bara mögulega þessi eðlis, að þetta bara endalaus hringrás af bara, að því að þú skoða mannkynssöguna, þetta bara endalaus stríð, skilur, og svo kemur einhver góðu kafla, einhverju fallegu og eitthvað gott gerist og svo aftur stríð. Og maður alltaf bindur svo mikla von við og maður svona, maður hugsaði, var það mögulega gott til að vera satt? Það fættist ég ákvörða þegar þetta var búið þetta svona, þessi svona mass-scale styrjaldir. En hvað maður myndi, ef ég myndi koma með smá svona nýja pælingin í þetta, að þriðja heimsstyrjöldin sé þegar hafin og hún consciousnessið okkar. Já. Þú nefndi síman á þann, skilur við. Og við séum komin á þann stað að við erum að samskapa eða co-creata framtíðin okkar. Og nú það undir hverjum og einum komið að taka ábyrgð á vitundinni sinni. Já. Og taka ábyrgð á eigin lífi að fullu, að því, ef við erum einhvern veginn, það er svo mikið ég að horfa á stóru myndina og ég verð alltaf svona varkár þegar ég fer að tala hvað er að gerast í heiminum og að fara einhvern veginn að tala stríð og eitthvað. Ég finn bara hvernig ég ekki að fara að hafa neina áhrif á þetta nema þú farir alveg hinn á þannig og segir, heyrðu, hver ég til að segja ég sé ekki the chosen one? Já. Ef ég byrja að haga lífið mínu þannig að bara allt sem ég geri skipti ógeðslega miklu máli að því ef við gerum það öll þá erum við að fara að búa til miklu fallegri heim. Já, ég tek alveg undir það. Og ég líka segja, ég hef óbyrjandi trú á mannkyninu. Ég hef trú á því að við siglum í gegnum þessa tíma og eitthvað veginn. Í alvöru talað, ég trúi því þar til annað kemur ljósa bara einn daginn vöknu og allt í nefn bara svona, wow, herru. Af því að líka annað sem út frá pælingunum David Hawkins Power vs. Force og allt þetta sem hann að fara í tíðinni pælingarnar og það svo sem svona fleiri útgáfur af þessu, þá talar að þú veist ein uppljómuð manneskja eða manneskja sem nær að fara hátt upp á skalan eins og bara Jesú eða Búdda eða eitthvað, hún getur nullifæjað 100 milljónir. Já, þannig að þú þarft ekki nema ákveðin krítískan massa af fólki sem næra tappa nógu hátt til þess að tósa alla með sér sko. Og það það sem ég trúi því að þú veist, þetta mun gerast og við erum alltaf lógíski hugurinn okkar það sem búið allir þess að tækni og hann býr líka til stríðin. Ég trúi því að
þessi, þú veist, að vera eitthvað svona nýr heimur eða eitthvað, að þetta mun gerast allt öðru sem við erum að reyna að skilja þetta og reyna að fatta, já, hvernig mun þetta gerast og hvernig, og þú veist, þér fallast bara hendur á því þetta lítur ekkit sérstaklega vel út. Nei, en þá það bara, getur maður droppað inn í, þú veist, og eitt af því sem psychedelic gerir er að það lætur þér skilja, framheilin minn alltaf að reyna að skilja allt, svo bara einhver önnu greind í gangi, sem langt handan lógíska hugan, sko. Já. Þannig að en síðan líka bara held ég, ekki bara mikilvægt að njóta kaffibollans og vera þakkláttur fyrir litlu hlutina. Jú. Þú einmitt þetta, skilur, að eins og ég var með vinni mínum að labba upp á Úlfarsvelli daginn, það var ég með svona hávetur á Íslandi og alveg góðar ástæður til þess að vera eitthvað vælandi og eitthvað, skilur, en það var einmitt allt í einu bara svona snjór og alveg heiðskýr dagur og við vorum í þessum 2-3 tímum að dagsbirtu sem eru. Og ég þannig, þú veist, ef við pælt í því bara á þessum degi núna, eftir einhver ár, myndum við gefa allt fyrir að vera aftur þar sem við erum núna. Vá, þetta mjög djúpt. Og hvað heldur þessi margir sem að myndi bara svona hratt vilja skipta við okkur? Þá setur hlutin í samhengi og ert bara, þú veist, snýst þetta ekki líka það að vera þakklátur, sko. Já. Þú veist, 99,99% af mannkyni væri mjög þakklátt að hafa fæðist á Íslandi á þessum tíma og fá að, þú veist, allavega ennþá ríkisvaldið ekki að stýra okkur, þú veist, það minnstæðsti ótti, sko, sem ég ætti kannski ekki að vera manifest of mikið, en bara svona, þú veist, við erum ennþá á þeim stað, við getum farið upp í Málmdollu og ferðast á milli heimsálfa og við getum fengið góða mat og skilur, við erum með allt til alls. Já, lífið gott. Það en eins og sé líka með þakklæti, sko, það ég held ekki til þess að einlægt þakklæti sem ég svona alltaf í skammast mín hvað ég finn oft sjaldan fyrir, af því ég veit að einmitt eins og þú segir, maður alltaf með tilefni til að vera þakklátur, en það samt bara þannig að lífið það eitthvað erfitt að finna alltaf fyrir svona yfirþyrmandi sterku þakklæti. Það kemur stundum fyrir þessi tilfinning. Þetta besta tilfinning sem til Já. Maður á svona nokkuð moment sem að manna eftir að bara svona finna fyrir eitthvað svona yfirþyrmandi einlægu þakklæti, þetta allra besta tilfinning og ég hugsaði mér, þú veist, þegar ég hef fundið fyrir tilfinningu bara, þú veist, af hverju maður ekki eitthvað einn, þú veist, maður stundum spyr sig svona, hvað að manni, af hverju getur maður ekki eitthvað einn fundið oftar fyrir þessar tilfinningu að því maður veit að það tilefni til þess bara eins og segir að við búum á Íslandi en svo geði mér líka alveg svona smá slag og segi mér ok, þú veist, það samt lífið samt bara þannig. Við erum bara mannleg. Já, við erum bara mannleg. Sko. Heilin í okkur hannaður til að verja okkur frá hættum, þannig að hann hannaður til að fókusa á það neikvæða. Það mjög mikil æfing, ég hef fundið þá sjálfur mér. Ég þarf að æfa mig mjög mikið í þakklæti til að finna þakklæti. Þetta ekki náttúrulega heilin minn bara frá því ég vakna og þangað til ég fyrir að sofa að reyna að verja mig frá hættum þannig að hann uppfullur að reyna að finna eitthvað sem að og verja mig fyrir einhverju mögulega en svo ég bara 2025 og það bara gaur við erum ekki jafn mikill lífshætt og veldur, skilur þannig að ég var að fara að æfa okkur aðeins í bara að sjá þakklæti og fegurð en þú veist, ég get ekki tala fyrir aðra en ég þarf bara að taka þessi eins og gimminu, ég þarf bara að æfa mig hart í þessu, sko. Þannig að ég held að það bara mjög mannlegt og eðlilegt að þú veist, og alls ekki að rífa sig niður fyrir að finna þetta ekki of oft, það bara frekar að byrja að æfa sig, sko. Dásalegt, erum við ekki bara orðnir býsna góðir? Það held ég. Frábært að fá þig heimsókn og mér langar eiginlega að segja fólk bara að kaupa Bitcoin. Það alltaf góð tími. Já, ég að fara að halda áfram að kaupa Bitcoin. Ég ekki að þykjast vera fjármálaráðgjafi en ef þið viljið hlusta á mig þá ég að fara að halda áfram að kaupa. Samið ég þakka að kæla fyrir skemmtilegt spjall. Dásalegt.